Fjöldi fólks var samankominn við gamla pósthúsið á Borgarfirði á dögunum en þar fögnuðu Borgfirðingar og fleiri opnun nýrrar verslunar sem fengið hefur það einfalda nafn Búðin. Engin verslun hefur verið á staðnum í vetur og þetta því ákveðin tímamót fyrir Borgfirðinga. Það eru íbúarnir sjálfir, brottfluttir og velunnarar sem hafa sameinast að endurvekja verslun á Borgarfirði en utan hana hefur verið stofnað einkahlutafélagið Gusa. Hjónin Einfríður og Krister eru aðal driffjaðarinnar en Einfríður ættuð frá Borgarfirði og eiga þau sumarhús í þorpinu. Ja, það var á íbúaþinginu hér í vor. Þá var það fyrsta mál, eða það sem var efst á baugi hjá íbúunum, að það væri það vantaði hér verslun. Og það þótti öllum slæmt og ásýnd þorpsins verri utanfrá fyrir túrista á annað. Og náttúrulega allra verst fyrir eldra fólki hér sem á erfiðara með að sækja verslun til Egilsstaða. Síðan var þetta hús auglýst til sölu og við lásum auglýsinguna og það stóð að það væri hægt að breyta þessu íbúð fyrir ferðamenn. Og þá hugsaði maður með sér að það bara má ekki ske að eina húsnæði hér í Borgarfirði sem hentar fyrir verslun yrði breytt í ferðamanna íbúðir. En það nóg af plássum fyrir ferðamenn. Þannig að við hjónin ákváðum að festa kaup á þessu húsi. Og í framhaldi af því var stofnað þetta einkahlutafélag sem að nú held ég séu 70 og eitthvað eigendur. Og nánast allir hér í þorpinu pluss velunnarar Borgarfjarðar nær og fjær sem hafa lýst áhuga sínum að vera með. En hvað hefur þetta ferli tekið langan tíma? Það var gengið frá húsakaupunum 1. maí eða mánaðamótin apríl-maí. En þetta fór í fullan gang bara 2. júní, eitthvað svoleiðis, 2.–3. júní að byrja að standsetja. Þannig þetta búið að taka svona, 3-4 vikur. Og allir bara fúsir að hjálpa og gera sig? Það bara allir búinir að maður sofnaði frá hamarsökum og vaknaði við hamarsök þegar var verið að klára pallinn í gær. Og hann kláraðist nú ekki fyrir náðan. En hvaða máli skiptir það að hafa búð á Borgarfirði? Það er rosalega nöturlegt að þegar sérstaklega fyrir ferðamenn, eða þurfa að segja ferðamennum hér engin verslun. Það er alveg nöturlegt þegar það hefur verið búð hér í yfir 100 ár. Borgfirðingar vilja sínu þorpi alltaf besta og vilja absolutt að það sé hér verslun. Þannig við vonum líka að þeir komu og versli svo. Einfríður segir sumarið verða ákveðin prófstein fyrir verslunina og ætlunin að hafa opið alla daga vikunar þar sem eftir sumars. En í vetur þá þarf ekki að vera opið alla daga. Þannig að það verður kannski opið 3 í viku. Og síðan opnaði eða koma hópar eða, þetta á að reyna að vera að hafa þetta sveigjanlegt og þægilegt fyrir alla eins og hægt er. Það verða 2 starfsmenn hér til að byrja með, svo náttúrulega þegar þetta orðið stærðar búð þá kannski fyrir að ráða fleiri. Nei, það verða 2 starfsmenn til að byrja með. 1 verslunarstjóri sem að tekur svona megin partinn og þau verða 2 til að byrja með og síðan þurfum við bara að endurskoða þetta svo það verður náttúrulega, við vitum náttúrulega að róðurinn á veturna það sem erfitt, þó að sé erfiðast að manna búðina á sumrin. En að halda sjó yfir veturinn verður flókið þannig að sú sem að verslunarstjóri verður að vita hvað Borgfirðingar ætla að hafa í matinn. Það er bara þannig. Aðspurð segist Einfríður halda að fólki lítist bara nokkuð vel á nýju verslunina. Það eru allir rosalega ánægðir og allir hafa komið bara sem vettlingita valdi, hafa komið hér og hjálpa til og þeir sem ekki gátu smíða, þeir komu með vöfflur. Þannig að það eru allir búin að hjálpa mikið til og það er búin mikil ánægja með þetta framtak að starta þessu. Það vantaði bara einhvern til að starta þessu. Hvernig líst ykkur á nýju búðina? Mjög vel. Hún er vel máluð og mjög flott. Það var flott á litin alltaf. Hvaða máli skiptir að hafa búð á Borgarfirði? Það skiptir auðvitað mjög miklu máli. Það er rosa langt í næstu búð og leiðilegt að þurfa að keyra oft í viku til að versla í Egilsstaðum. Sérstaklega þegar veginir eru svona. Sérstaklega þegar veginir eru ónýtir. Það skiptir náttúrulega bara öllu máli að það sé búð og þar sem maður geti keypt sér það sem maður þarf. En hvernig fóruð þið að síðastliðinu vetur? Við þurftum bara að keyra í Egilsstaði og okkur vantaði eitthvað
Hún þurfti alltaf að versla mjög mikið í einu sem ekkert gaman og já, það bara pirrandi að þurfa að keyra svona langt. Erfitt að hafa ekki búð. Þannig að við erum mjög glöð að fá aftur búð. Spennt fyrir þessu. Ég náttúrulega sveit sko, þannig að ég var alveg vanur þessu. Þá var bara að fara í Egilsstað á föstudögum sko og keypt fyrir vikuna sko. Borgfirðingar þekktu þetta ekki, þannig að þeir voru bara alveg svo ósjálfbjarga. Já, við vissum ekki hvernig við ættum að vera. Bara eins og að velta rollur sko. En ykkur líst vel á þetta? Já, þetta er mjög spennandi. Hvernig líst ykkur á nýju búðina? Mjög vel. Þetta er bara frábært. Þetta er frábært að vera búin að hafa verslun hérna aftur á staðinn. Æðislegt. Og hvaða máli skiptir það fyrir Borgfirðinga að hafa verslun? Það skýtur að skipta það mjög miklu máli. Þetta er orðin svona gamlir og halama. Ég líti á þetta svona sem félagsmiðstöð. Hérna koma allir, hérna hittist fólk og þetta er æðislegt framtak. Æðislegt, bara flott. En hvernig fóruð þið að í síðslegin vetur þegar engin verslun var? Það var bara gert eins og gert í hvað stóð í gamla daga, farið í búð einu sinni í mánuði. Það var alveg nóg? Já. Við óskum Borgfirðingum til hamingju með þessa frábæru nýju verslun og vonum að sem flestir leggið leið sína þangað í framtíðinni.